Gott fólk, við erum velkomin í þátt númer 126. Það er hlaðvarpið Heimsendir sem heilsar aftur úr Breiðholtinu fyrir þau ykkar sem eruð í mynd. Breiðholtið er mitt annað heimili þessa dagana. Allavega mín önnur skrifstofa eða bara skrifstofan mín. Það er mjög gott að koma hingað og þrátt fyrir að ég elski fátt betur eða meira eða heitar en að vera með Emir, syni mínum, þá er líka gott að komast á skrifstofuna þar sem er enginn og fá smá næði til að vinna. Hvað það? Þessi þáttur heitir Lífið á Íslandi er dýrt að búa á Íslandi og ég ætla að svara þessari spurningu fyrir ykkur gott fólk í þessum þætti. Er dýrt að búa á Íslandi? Er það eins dýrt og við höldum? Er það eins dýrt og við seljum okkur að það sé? Eða er þetta í raun og veru bara hugarfarsbreyting eða neysluvenjur, neysluhættir, breyting á neysluháttum? Við ætlum að skoða þetta aðeins. En fyrir það fyrsta þá langar mig að taka nokkra punkta til að staðsetja okkur af því að þetta er nú lífið á Íslandi þáttur og byrjum á bara af því að það er búið að vera rigning upp á síðkastið. Ég ætla að byrja hérna á fyrsta punkti. Ég var að keyra hérna upp í Breiðholtið áðan og það er rigning úti og það er búið að vera rigning í 4 daga samfleytt með svona, þú veist, þið veitir, það skiptast á skin og skúrir, það kemur smá birta inn á milli en mikil rigning og það er, ég keyri gamlan gamlan golfbíl sem er keyrður 280.000 kilometra á afi minn á og það er hérna mjög vel þegið að fá hann að láni. Nema hvað að það er ekkert Bluetooth í honum, það er engin Haraldur Blátönn í honum, þannig ég get ekki hlustað á hlaðvörp eða Spotify í bílnum, ég get hlustað á CD, ég get hlustað á geisladiska og ég get hlustað á útvarpið. Ég sem hlaðvarpsfíkill, ég hef stundum bara áhyggjur á því að ég sé að hlusta of mikið á hlaðvörp og ég raun bara að hlusta of mikið á eitthvað, annað en sjálfan mig. Ég held að sé nokkuð gott og nokkuð hollt af og til að skipta því út og hlusta bara útvarpið. Það er sem ég reyna að gera í bílnum allavega, að vera ekki með Airpods að hlusta á okkar hlaðvarp í bílnum afsakið, heldur að hlusta á útvarpið og ég stilti á Rás 1 og það var einhver regnþáttur í gangi. Það var einhver meistari, einhver kóngur með þátt þar á Rás 1 að segja, jæja, kæru Íslandingar, nú í dag er rigning úti og í tilefni þess ætla ég að spila sirpu 10 velvalin lög sem öll tengjast rigningu á einn eða annan hátt. Byrjum á Famous Blue Raincoat eftir Leonard Cohen. Gjörðu svo vel. Og eitthvað svona, og hann var að taka fyrir mismunandi lög rigningu og þetta var svona poppaður jazz eða jazzað pop, mjög þægileg tónlist og ég fór bara að hugsa að þú veist, eftir því hvernig manni líður þá getur þetta verið frábært veður eða ömurlegt veður. Þú veist, ég aðhyllist þá skoðun að það sé allt í lagi að kvarta og kveina og nöldra og tuða ef að það er til dægra dvala, ef að það er einhvern veginn áhugamál fólks, ef að fólk hefur gaman að því að nöldra, þú veist. Mér finnst það fyndið, mér finnst mjög fyndin pæling að setjast niður með góðum vinum og tuða. Mér finnst það mjög góð pæling, en ef að fólk er virkilega að kvarta yfir ástandinu, þá þarf það kannski aðeins að fara að hugsa sinn gang, af því að við höfum raunverulega ekki yfir neinu að kvarta. Þú veist, við getum tuðað svolítið bara upp á djókið og kannski til að fá einhverja útrás. En þú veist, gamla tuggan á Íslandi að kvarta og kveina yfir veðrinu, hún náttúrulega stenst ekki neina skoðuna því að veðrið er ekki slæmt, þannig séð. Ég meina, ok, það geta náttúrulega komið stormar og mannskaða veður og slagviðri og blindbylir og hvaðana. En öllu jafna er ekkert slæmt veður þó að sé rigning, þú veist. Það er mjög notalegt til dæmis að hlaupa í rigningu. Það er mjög notalegt að spila fótbolta í rigningu, þó ég hef ekki gert það í mörg ár. Það er jafnvel notalegt að fara bara í göngutúr í rigningu.
ef að fólk í veiði, laxveiði sérstaklega, þá ekkert betra veður en rigning, þú veist. Gróðurinn á Íslandi fallegur og grænn og í skrúða og blóma af því að það rigning. Auðvitað fátt betra en sólríkir dagar þar sem maður getur bara sest niður í 20 gráður og einmitt tuðað langt fram eftir kvöldi. En rigningin líka góð, þú veist. Ég veit ekki, ég fór bara að hugsa þetta, einhvern veginn, og þetta fer allt eftir hugar ástandi. Í dag líður mér mjög vel, þess vegna gat ég tekið þennan vinkil eða tekið haft þetta take á rigninguna. Hvað það? Jæja. Dæmum okkur í gænum þessa punkta að því að svo þurfum við að fara að svara spurningunni: dýrt að búa á Íslandi eða ekki? Hér koma nokkrir punktar. Ok, í síðasta lífið á Íslandi þætti var ég að tala vinnu og ég vissulega búinn að vera að vinna heilmikið. Núna síðast var ég í London á timburskipi frá Bíkó. Það þýðir að við erum að hífa upp stóra bunka af alls konar timbri. Þetta allt frá litlum plönkum upp í stóra bita, allt bundið saman í margra tonna bunka sem síðan krækt á kranabíl